Ágætu þinggestir, það ánægjulegt að koma hérna og geta sagt ykkur smávís frá Georg sem hefur nú verið nefndur til sögunar hérna einu sinni tvisvar í dag. En þetta sem sagt skammstöfun fyrir Geothermal Research Group eins og þið séu þarna. Ég ætla svona aðeins að segja ykkur frá hvernig þetta stendur á því að þetta til og hvað þetta er. Mér langar að byrja á því að varpa þessari glæru hérna upp sem að svona sýnir ykkur aðeins kannski gamla tíman þegar við vorum að byrja að nýta jarðvarmann. Og kannski ekki síst þessa mynd sem hérna vinstra megin og við sjáum þetta hérna á ásnum hérna niðri er tímaskalið, þetta frá 1940 upp til 2007-2008 eitthvað svoleiðis og við sjáum hversu gríðarleg aukning hefur orðið í orkunotkun á Íslandi og við þekkjum þessa sögu svona nokkurn veginn og svo líka hlutfallslegu notkunina hérna sem hérna á efra plottinu og við sjáum það hvernig jarðvarminn hefur aukist alveg gríðarlega í hlutfalli af orkunotkun Íslandinga. Sjáum vatnsaflið hérna neðst bláa og svo kemur jarðvarminn og náttúrulega olían hefur náttúrulega dregið saman sem því nemur og við sjáum, við höfum verið að tala um það og við sjáum það mjög skýrt þarna að þessi jarðefnaeldsneyti eru svona kringum 20% af okkur orkunotkun og það er eitthvað sem Guðni var að vísa í áðan við stöndum alveg sérstaklega vel með flestar aðra þjóðir. En það er ágætt að hafa þetta sem bakgrunn að það hefur verið mikil uppbygging og ef við skoðum síðan aðeins jarðvarmann sem hlutfall af endurnýjunum orkugjöfum á heimsvísu þá er þetta graf sem að gjarnan er sýnt og það sjáum við þarna vatnsaflið, bíómassinn, sólarorkan, vindurinn og svo mögulegur jarðvarmi og við sjáum hvers konar mögulegar eru jarðvarmum á heimsvísu og það kannski eftir langmest að slægjast þar ef hægt er að þróa réttar og góðar aðferðir til þess að nýta. Nú hér er kort yfir þessi svæði í heiminum þar sem að jarðvarminn liggur og sjálfsögðu er stór rauður blettur yfir Íslandi eins og þið sjáu þarna og svo eru þarna mörg önnur svæði og sjáum eins og í Bandaríkjunum, öll vesturströnd Bandaríkjanna til dæmis og þarna sjáum við tegið sig þarna tunga inn í svona mið-vesturíkin og ég var einmitt í Colorado í janúar og þar hafa þeir mjög mikinn áhuga á því að nýta jarðvarma sem er þar og það er lágvarmi sem er þar og þá er það sérstaklega þá í húshitun eins og við kunnum svo vel hér. En þetta er mjög víða annars þar í heiminum og mjög misjafnt hvað þetta er komið langt í þróun. Og hérna er glæra sem ég fekk frá ISOR bara til að sýna hvar Íslendingar hafa komið við sögu í jarðvarmaverkefnum og þetta er í rauninni alveg ótrúlega víða. Þetta er það sem ISOR hefur á einhvern hátt komið að verkefnum og sjáu hvað þetta dreifir sér víða heiminn. Þannig að við Íslendingar hafa komið mjög víða við sögu. En það sem að einkennir kannski jarðvarmann og jarðvarmavinnslu einna mest er hversu breytileikinn á milli svæðanna er mikill og það þarf yfirleitt að klæðskera sauma á einhvern hátt eða á tíðum lausnirnar að hverju svæði fyrir sig. Sýni hérna 3 myndir frá Verkís, það er hérna mynd frá Svartsengi, Nesjavöllum, báðir náttúrulega á Íslandi og svo El Salvador. Og bara til dæmis munur á milli Svartsengi og Nesjavalla er mjög mikill, til dæmis erum við að fást við seltuna mjög mikið á Svartsengi. Þannig að það sem að gerist er það að við þurfum að glíma við mismunandi aðstæður, mismunandi jarðfræði, mismunandi varmaflutningurinn í berginu mjög mismunandi efnasamsetningar, hvað efni er að koma upp með jarðvarmavökunum, hvernig við að glíma við það þegar að kemur upp á yfirborðið. Þannig að við þurfum svona oft á tíðum að klæðskera sauma þessar lausnir. Getum að einhverju leyti flutt þekkingunum milli svæða en ekki að öllu leyti. Þannig að nýting jarðhita krefst mjög þverfaglegrar nálgunar og listað hérna upp vinstra megin hérna bara svona nokkuð fræðasvið sem að koma við sögu, þetta er alls ekki tæmandi listi, jarðfræði, jarðeðlisfræði, jarðefnafræði, efnaverkfræði, vélaverkfræði, umhverfisverkfræði og vélfræði og almenn tækniþekking og ég geti haldið hérna lengi áfram og þeir aðilar sem eru sérfræðingar í þessum mismunandi hlutum koma þá frá mjög mismunandi stöðum og það er þá háskólar og menntastofnanir, rannsóknarstofnanir, verkfræðistofur og svo orkufyrirtækin. Þannig að það er mjög mikilvægt að þessir aðilar vinni saman, nái saman til þess að þróa þessar lausnir áfram, til þess að við höldum í að því forskoti sem við höfum á þessu sviði og náum að vinna þetta áfram. Þannig að það er svona hvatinn á bakvið það að Georg er stofnaður og hann var stofnað, hann er núna það að verða ársgamall og er í rauninni hvatinn af hann er markaáætlun Vísinda- og tækniráðs sem var hér í gangi fyrir 2 árum eða var auglýst fyrir 1,5 ári síðan eða svo
og við, þessi hópur sem ég segi frá eftir augnablik, sóttum þarna og fengum styrk til þess að reka þennan klasa í 7 ár og styrkupphæðin 70 milljónir krónur á ári í 7 ár og síðan koma þeir partner eða þeir aðilar sem eru í klasanum líka með pening inn í klasan. Og þannig að þetta svona sá grunnur sem að Georg stendur að. Og þeir sem að taka þátt í þessu verkefni eru hérna, þetta eru 21 aðili og margir á Íslandi, en við erum líka með nokkra þátttakendur erlendis, við erum með þátttakendur í Þýskalandi og í Frakklandi og eins í Bandaríkjunum. Og við hugsum þetta þannig að myndum svona 2 ása, annars vegar háskólastofnanir og menntarstofnanir almennt og svo rannsókna- og stjórnsýslustofnanir mynda svona vísinda- og fræðaás og síðan erum við með það sem við köllum iðnaðar- og nýtingarás sem eru þá verkfræðistofur og sprotafyrirtæki annars vegar og orkufyrirtæki hins vegar. Og hugsunin þá svo að ná utan allan þennan fjölbreytta hóp og hann eigi þá svona sameiginlegan vettfang í Georg og geti þá unnið saman og tala saman og þróa þessar aðferðir. Þannig þetta svona hugmyndafræðin á bakvið stofnun þessa klasa. Við höfum mjög háleit megin markmið, þetta er það sem við settum fram í umsóknin okkar og við erum nú þegar búin að tala núna í dag gróðurhúsaáhrifin og við höfum þá, eitt af þeim markmiðum þá að jarðvarminn geti lagt þar sinn skerf til þess að draga úr gróðurhúsaáhrifum ásamt kannski með öðrum orkugjöfum. Nú ráðherra minntist á það í sínu uppleggi að það góði möguleikur á því að við getum kannski, segjum á næstu 10-20 árum, gert Ísland að orku sjálfbæru landi, þar að segja við þurfum ekki að flytja inn jarðefnaeldsneyti á það sem við erum að flytja núna og það þá sérstaklega samgöngunar sem við erum að tala þar, samgöngunar og fiskiskipaflotinn og jarðvarminn og orka frá jarðvarmanum getur þá stuðla þar að því að það gerist. Og síðast en ekki síst það að við viljum líka með Georg skapa þá grundvöll fyrir nýsköpun á jarðvarmasviðinu. Draga saman allas aðila og búa til frjóan jarðveg og vonandi getum við þá nýtt það þá til útrásar enn frekar á þessu sviði. En þetta svona megin markmið klasans. Og hérna skipulagi, þetta sem ekkert að útskýra það neinum dítel nema kannski bara við vinnum þetta í svona vinnupökkum og ef þið sjáum þarna númer 4 og upp í 7 þá erum við með forðafræðina, það er að segja hvað er að gerast niðri í jörðinni í hérna auðlindinni sjálfri, það sem að jarðvarminn og síðan tæknilausnir, það er að segja hvaða tækni þurfum við að gera þegar við erum komið með vökvann upp á yfirborðið, hvernig við höndla hann og breyta hann þá í rafmagni eða flytja hann til í húshitun eða eitthvað þess háttar. Og síðan náttúrulega umhverfismálin sem hann í vinnupakka 6 og 7, bæði með tillit til umhverfisins sjálfs og svo eins áhrif á samfélagið og hinn hagræna áhrif. Við skiptum þessu svona í þessa 4 megin vinnupakka og svo í gegnum þennan vinnupakka, þessa 4 vinnupakka gengur síðan þá nýsköpunin. Þannig að við vonum til að geta tengt allt þetta saman og komið með einhverja nýjar hluti út úr því. Og svo sjáum við þarna vinnupakki 2 og vinnupakki 8 og þá annars vegar erum við þá í öllum þessu vinnupakkum að þjálfa vísindamenn og ekki síst kannski doktorsnema og meistranema sem eru að koma inn í þennan geira og við viljum gjarnan stækka þann hóp til þess að gera þetta öflugra. Og svo náttúrulega viljum við koma náttúrulega upplýsingum og öllu svoleiðis þetta út til annar aðila. Nú við keyrum klasan þannig að við auglýsum köll eða eftir umsóknum í þá þennan sjóð sem við erum með og við höfum haft 2 köll, annars vegar í apríl 2009 sem var fyrsta kallið okkar þá og svo október 2009 og við höfum styrkt allt í allt 15 umsóknir, það eru 15 verkefni sem í gangi núna sem við styrkjum og þau eru öll metin og styrkt á samkeppnisgrundvelli, við erum með mjög stífa reglur í því. Og til að gefa ykkur svona hugmyndum það á hvaða sviði verkefnin sem í gangi núna að þá hef ég skipt þessum 15 verkefnum í svona 3 megin hópa. Að efsti hópurinn að þá eru 8 verkefni sem á sviði forðafræði og líkangerðar af jarðhitakerfunum, sem hvað að gerast niður í jörðinni. Og þetta náttúrulega tengist kannski svolítið því sem að gerast núna í eldgosinu sem við höfum á Fimmvörðuháls. Það akkurat náttúrulega mikil pæling hvað að gerast niður í jörðinni og þetta tengist því svolítið. Og síðan það hvernig á að höndla vökvann, þessa súperkritísku vökva, því að þeir eru náttúrulega heitir og það þarf einhvern veginn og mikið efnum í þeim, það þarf einhvern veginn að höndla það þegar þeir koma upp á yfirborðið.
Og síðan eru svona hin og þessi verkefni eins og jarðskjálftavirkni, niðurdæling á CO2, akkur það sem hún var að tala Hólmfríður áðan, og svona mengunarmálin og dítelar í borholum og svo líka rannsóknir á hagrænum áhrifum jarðhitanýtingar. Þetta er svona þessi svona megin þema í þessum verkefni sem við höfum styrkt í gangi núna. Nú, Georg hefur líka það markmið að reyna að styrkja bara svona almennt séð jarðhita grunninn hérna á Íslandi og við styrktum meðal annars 8 stúdentum til að fara til Potsdam núna í febrúar. Þeir eru voru settu upp stóra vinnudag með doktoranemendum úr allri Evrópu og við sendum sem 8 nemendur þangað, eða styrktum 8 nemendur þangað frá okkur. Og eins hefum við styrkt námskeið á vegum BEST sem eru stúdentasamtök í verkfræði í Háskóla Íslands og það er útibú þar frá alþjóðlega samtökum. Þau stóðu sér alveg greiðlega vel og héldu hérna námskeið fyrir 22 nemendur víðsvegar úr Evrópu. Og við styrktum það sem sagt og fullt af fólki frá Georg kom þar að til að kenna hina þessi hluti í því námskeið. Og svo hefur við núna síðast í byrjun mars heldum við workshop í forðafræði rannsóknum. Það sem að komi að held ég 60 sérfræðingar á þessu sviði og voru að skiptast á hugmyndum og fleiri til þess að fyrsta lagi sjá hvar sviðið statt og í hvaða átt eigum við að fara með forðafræðina núna næstu árum. Og ef þið viljið kynnast Georg betur þá erum við með heimasíðu sem er georg.hi.is. Hvet ykkur eindregið til að fara þangað inn og þar erum við með fullt af upplýsingum þessi verkefni sem við höfum verið með og svo sem fleiri hluti. Og eins langar maður nefna það að Hjalti Páll Ingólfsson er rekstrarstjóri Klasans og hann sér allan daglegan rekstur og ykkur er líka velkomið að hafa samband við hann ef þið viljið fá upplýsingar. Og svo stefnum við að núna í lok maí að hafa málstofu þar sem að fyrstu niðurstöður úr þessum verkefni sem í gangi núna verða kynntar. Og þá bara lokum að ég held að séu fullt af möguleikum í jarðhitanum. Íslandi er mjög framalega á þessu sviði og ég held að það sé engin ástæða til þess að við gefum það neitt upp á bátinn, heldur bara höldum áfram til góða starfi sem þar er unnið og Georg held ég að geti lagt sinn skerf þar inn. Og sérstaklega þá ef við hugsum þessa möguleika í þessum endurnýjanlegum orkugjöfum að þar getur jarðhitinn komið mjög sterkt inn fyrir Ísland. Takk fyrir.